Komið sæl og velkomin á fund númer 338 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hann er haldinn í Ráðhúsi 5. 14. ágúst 2025 og hófst núna klukkan 15:00. Fundinn sitja Hjördís Edda Olgeirsdóttir, Skúli Ingólfsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Gunnar Ásgeirsson, Gauti Árnason er fjarverandi en í hans stað situr Tinna Rut Sigurðardóttir. Guðrún Stefanía Voppur Ingólfsdóttir, fyrsti varaforseti, sér fundarstjórn. Sigurjón Andrésson bæjarstjóri situr einnig fundinn ásamt Tjörva Óskarsinni sem sér útsendingu og Arndísi Láru Kolbrúnadóttur sem ritar fundargerð. Í upphafi fundar þarf ég að leggja til að bæta við einu máli númer 202407038. Það kosning í nefndir og já, ég bið ykkur að kjósa það. Þið eru því sammála vinsælaskefamerki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í dagskrána. Það eru 7 mál á dagskrá. Fyrsta mál er bæjarstjórn Hornafjarðar 337 og ég gef orðið laust. Það er engin sem kveður sér hljóðs. Þá förum við í næsta dagskrálið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1179 og ég opna mælendaskrá ef einhver vill tala það. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, það við 7 sem ég langar aðeins til þess að vekja máls á. Það er staða flugs til Hornafjarðar. Þarna í byrjun sumars að það voru þeir fundir bæði með fulltrúum frá Icelandair og svo Vegagerðinni þar sem var verið að ræða nýja stöðu að það er að þriðji aðilinn að taka við flugi til Hornafjarðar nú í haust. Við höfum verið með þjónustu hjá flugfélaginu Erni lengi og svo tekur í rauninni Mýflug, þetta er 4. og svo Norlandair núna og svo Icelandair í september og það er bara ánægjulegt að það sé allavega einhver sem ætlar að taka að sér þetta flug því að við getum náttúrulega ekki hugsað okkur að missa innanlandsflugi hérna, bara mikilvægur þáttur í samgöngum við sveitarfélagið og það hefur verið ítrekað og það þurfi að vera góðar samgöngur. Þarna var verið að leggja fram flugáætlun, búið fundinum á undan og síðan þarna verið að ræða bara framtíðina og mikilvægi þess að það sé flug til Hornafjarðar 2 á dag og það náðist að hluta en er samt skert að miða við það sem hefur verið áður. Við hefum verið afskaplega lánsöm að vera með 19 sæta vél sem var að fara 2 á milli í 34 daga í viku og svo núna er breyting að það er allavega stærri vélar þannig að það er betur fólk sem kann illa við sig í litlum flugvélum en á móti kemur að þá eru færri leggir sem eru farnir. En ég bara langar að brýna fyrir okkur hér að við höldum áfram að leggja áherslu á það að það sé auki flugframboð því að fyrir fólk sem þarf að sinna erindum til höfuðborgarinnar, hvort sem það eru læknisþjónusta eða fundaferðir eða bara í rauninni hvað sem að þá er það mjög mikill munur að þurfa ekki að gista ef að fólk hugsanlega kemst fram og tilbaka. Þannig að það var ánægjulegt að náðust allavega þarna eitthvað en við þurfum fleiri svoleiðis leggi og svo líka það áætlunin eins og hann er í dag að það var mjög stutt á milli að það degi sem er flug 2 þannig að fólk nær ekki að lenda, hitta læknir, fara í rannsóknir og svo koma tilbaka. Þannig að það er bara mjög bagalegt og er bara aukinn kostnaði fyrir samfélagið í allavega þegar við erum að tala heilbrigðisþjónustu því að þá þarf fólk að fara að gista, fara að vera á sjúkrahóteli og annað slíkt sem er bara aukinn kostnaður. Þannig að mér langar bara til að brýna fyrir okkur að við hættum ekki að láta vita, ég ætla ekki að segja tuða, að bara vekja athygli á því hvernig staðan er og að þetta er þjónusta sem er mikilvæg
því að við erum það langt í burtu að keyra bara tekur ólangan tíma. Takk fyrir það, Ásgerður. Eyrún Fríða hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, mig langar að taka heilshugar undir með Ásgerði þetta mikilvæga mál og ég væri satt best að segja til í, að því ég gerir það fyrir allir hér inni, séu sammála mikilvægi þess að við fylgjum þessu vel á eftir, að einfaldlega bæjarstjórn bóki mikilvægi þess að tíðni flugferða sé endurskoðuð og vísi því til umhverfis- og samgöngunefndar og innviðaráðuneytisins. Þannig að ég kannski legg bara til að við setjum saman einhverja slíka bókun ef þeir eru til í það. Takk fyrir það, Eyrún Fríða. Viljum við gera hlé á fundi til þess að, já, það verður gert stutt hlé á fundi.
Þá erum við komin aftur. Ég ætla að mælindaskráin er ennþá opin ef einhver vill kveða sér hljóðs. Svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp bókun sem hljóðar svo. Bæjarstjórn Hornafjarðar hvetur Vegagerðina og innviðaráðuneytið til að endurskoða tíðni flugferða og nýta það svigrúm sem er innan samningsins með það að markmiði að fjölga ferðum. Tíðnin skiptir lykilmáli upp á þjónustustigið svo að það sé raunhæf leið til að sækja þjónustu innan dagsins, ekki síst heilbrigðisþjónustu. Þeir sem eru þessari bókun samþykkir vinsælaskeðamerki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Þá er þessi fundargerð bæjarráðs 1179, hún er lögð hérna fram til kynningar. Þá förum við í næsta dagskrálið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1180 og ég opna mælindaskrá. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og hún er hér lögð fram til kynningar. Þá förum við í næsta dagskrálið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1181 og ég opna mælindaskrá. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Hún er lögð fram til kynningar. Þá förum við í 5. lið. Það er bæjarráð Hornafjarðar 1182. Er einhver sem vill tjá sig það? Eyrún Fríða, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði kannski bara að koma hérna og nýta tækifærið og tala máli 9 sem er ráðning sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs. Vanlega hefði þessi ráðning verið farið hérna fram á bæjarstjórnarfundi en þar sem hún fór í gegnum bæjarráð sumarleyfi bæjarstjórnar þá langar mér samt að nýta vettvanginn og bjóða Bartek Andersson Kass hjartanlega velkominn til starfa í stöðu sviðsstjóra og bara óskonum velfarnaðar í starfi. Þakka fráfarandi sviðsstjóra Brynju sem að fór af fyrra sviði áður en þau voru sameinuð. Einnig fyrir bara mjög gott samstarf og bjóðum Bartek velkominn. Takk. Takk fyrir það, Eyrún Fríða. Tekum undir þetta. Einhverju fleiri sem vilja tjá sig þennan lið, númer 5. Ásgerður Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það var að vera svona tækifærisræður hér því að mér langar að bara vekja athygli á lið númer 12 þar sem heitir Hágarður útlega kennslurýma Fjallaskóli Íslands. Ég vil bara lýsa ánægju minni með það að Fjallaskóli Íslands sé að fara af stað og það verði kennsla þar í vetur. Þetta er búið að vera mikill rússíbani og undirrituð þegar við tekið þátt í þessum rússíbana síðastliðin 2-3 ár sko, þar sem að þetta fjallanám í framhaldsskólanum er búið að vera í hættu í svolítinn tíma og það er búið að vera í björgunar aðgerðum á milli anna og ára og svo núna loksins komin einhver lína þar sem að frábærir kennarar þessa náms tóku sér saman og stofnuðu þennan skóla og með bara miklum stuðningi frá bara bæjarstjórn, bæjarfulltrúum, skólanum, fulltrúum þingmönnum bæði núverandi og fyrrverandi og ráðherrum og öðrum sko, það búið að vera, já eins og ég segi, mikill rússíbani en þetta er komið fyrir vind og ég hef ekki haft samt fréttir af því hversu margir hefja nám núna í haust. Það lá ekki fyrir þegar þessi fundur var haldinn en ég hef allavega trú á því að þetta fer af stað og það þetta er ekki búið því það þarf að tryggja rekstrargrundvöll og annað slíkt og ná inn fjármagni til þess að tryggja skólann en allavega það að námið verði í boði í sveitarfélaginu okkar er eitthvað sem að er mjög ánægilegt og bara hefði verið hræðilegt að missa þetta eitthvað annað eða þá að þetta væri bara ekki í boði bara í ljósi þess að margir eru að þvælast fjöllin okkar og jöklana og annað slíkt og þetta bara einn af lykil þáttum í öryggi í ferðamennskuna á þessum vettvangi. Þannig að mér finnst
Þýðilegt að nota hérna tækifærið og vekja athygli á þessu og óska þeim aðstandendum til hamingju með skólan. Takk fyrir það, Ásgerður. Tek undir hvert orð. Mælendaskrá er enn opin. Það kveður sér engin hljóðs og hún er hér lögð fram til kynningar. Það er fundargerð bæjarráðs 1182. Þá förum við í 6. lið, það er bæjarráð Hornafjarðar 1183 og ég opna mælendaskrá. Það kveður sér engin hljóðs. Hún er hér lögð fram til kynningar. Þá förum við í 7. lið, það er kosning í nefndir. Fulltrúi B-lista Björgvin Óskar Sigurjónsson fer í leyfi frá störfum sem bæjarfulltrúi frá 1. ágúst 2025 til 30. nóvember 2025. Breytingartillaga á bæjarfulltrúum er tekin fyrir í bæjarráði sem fór með umboð bæjarstjórnar þann 12. ágúst 2025. Fyrir fórst að tilnefna annan varaforseta bæjarstjórnar er því lagt til að Gunnar Ásgeirsson taki sæti annars varaforseta bæjarstjórnar frá 1. ágúst 2025. Þeir sem eru þessi samþykkir við svolítið að gefa merki. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Það er ekki fleira á dagskrá, þannig að ég segi þessum fundi slitið.